Já, sælverði og velkomin í kalda pottinn. Nú, gestur minn í dag engin önnur en Bíbí. Þú ert alltaf kölluð Bíbí? Já, nei, ég heiti Bíbí. Heitirðu Bíbí sérst í þjóðskrá? Já. Ísabella Ólafsdóttir? Já. Hvernig gafst ég verð að spyrja því ég í stríði við mannafnefnd, því ég má ekki vera Þórarinsson með TH. Nei, ok. En var Bíbí samþykkt þar? Já, eftir að ég skrifaði þeim bréf. Ég var búin að gera nokkrar tilraunir að fá mitt nafn í gegn. Svo skrifaði þeim ekkert mjög vinsamlegt bréf. Nei. Og þá var þetta samþykkt. Það þurfti að berja þetta í gegn. En hváir fólk ekki oft þegar þú ert að gefa upp nafnið? Nei, bara alls ekki, sko. Nei, Nei. Minnst að taka. Af því að þetta var haft hjá mér að í skólum og eins og var í bönkunum á sín tíma þá var líka alltaf talað um eitthvað númer þetta eða hitt sem var með nafninu. Og ég missti ofta af hlutunum vegna þess að ég kannaðist ekkert við þetta nafn sem að ég hafði verið skýrð. Það var Ísabella. Nei, ég var skýrð Jónína í upphafi. Ok. Og Jónína Björk. Já. En móðir mín hafði ætlað að skýra mig Ísabellu. En faðir minn vildi láta mig heita Jónína. Já. Svo þegar var verið að skýra mig, fyrst að systir mín skýrð, hún var skýrð allt annað heldur en hún kölluð. Okay. Og svo kom að mér og þá ætlaði að þá setti Garðar Svavarsson vatn í lófana og hellaði á mig og skýra mig í þetta og þá sparkaði ég hann og lamdi hann og ég var orðin 2 ára og ég skipaði hann að taka þetta af mér strax. Þú sjálf? Já. 2 ára? Já. Ok. Þess að hann taka þetta af mér strax og svo þegar við fórum út úr kirkjunni þá kippti pabbi svona í öxlina á mér og sagði Bíbí, hvernig dettur þér í hug að haga þér svona? Og hann hefur aldrei kallað mig neitt annað en Bíbí. Fæðist þetta nafn þar, Bíbí? Eða semst, byrjaði að nota það þar strax 2 ára? Já, ég byrjaði, já. Það var hann bara heimskan í foreldrum mínu, það skildi ekki hvað ég var að reyna að segja þeim. En við vorum að tala skýrt, þá voru að skála við því hérna Jesúlaði, þetta lífsins. Það var skál. Því að við þurfum öll að taka Jesú í hjartað. Þú veist hvernig það Bíbí? Ég Finnir hvernig andinn kemur yfir okkur. Já. En hvaðan ertu? Ég fædd við Elliðaárnar í Reykjavík. Já. Elliðaárnar, það í kringur Rafstofar? Neðar, sko, það ég alveg niður við Elliðaárnar. Það eitt hús þar sem þar ennþá, sko. Og ég fæðist í kofa beint fyrir neðan það hús. Það hérna þetta nú við. Ég veit nú ekki af hverju, ég man ekki núna hvaða heitir húsi sem þar, en þar kona sem ég heimsæki og skyld manninu mínum. Já. Býr í þessu húsi? Já, hún og hennar maður eiga heima þarna núna, sko. Og þessi kofi sem ég fæddist í, hann var skýrður á sínum tíma Friðheimar, hét Friðheimar. Já. Þannig ég fædd í Friðheimum við 11 ár. Það var adressan? Það var adressan, sko. Voru þið mörg í þessum kofa? Í þessum kofa, já. Það var
sem sagt, náttúrulega foreldrar mínir og þrjár systur sem voru þar. En hvað með skólagöngu og svona, Reykjavík var nú ekki svona stór þá? Nei, þá, sko, af því að svo flytjum við úr Friðheimum og inn að Suðurlandsbraut. Já. Í hverfi sem að hét Múlakampur og var eitt af þessum vestu braggahverfum í Reykjavík. Og þið fluttuð í Bragga? Nei, við fluttum, pabbi fór með eitthvað hús þangað, fluttum með húsið, sem sagt eitthvað hús og setti það þar niður. Ok. En það voru braggar allt í kring. Já, það síðan að hernáms. Já, þetta var já. Og það, hann girti sko allt í kring þannig að við vorum með sér lóð. Já. En já, og það er eiginlega bara, Múlakaffi var byggt eiginlega inn á lóðina hjá okkur. Ok. Það er Múlakaffi ennþá? Já, Múlakaffi ennþá þarna. Og já, Það er allt bara innabyggingar og eitthvað dót þarna? Já, það er þarna sko þessi trésmiðja sem að Meiður heitir hún, sem var með húsgögn. Já, og svo var einn sem að gerði svona stálhúsgögn, en það er nú farið. Þannig að það er einn steinn eftir þarna sem er frá því að ég var barn. Sem er ennþá þarna? Já, það er, já, hann er bak við þarna bygginguna Pennan. Já, það er nú lóðinni fyrir aftan. Já, fyrir aftan Livju eða eitthvað. Ég held að þú er ekkert að taka hann í burtu, ég sé líka langbest fyrir að láta hann í friði. Já, það er fyrir sögur af því að svona vegagerð og aðrir hafa breytt stefnu út af álfunum okkar. Já. Já, það er líka bara eitthvað í kringum þarna. Varstu þú gekkst í skóla, væntanlega í Reykjavík? Ég gekk í Laugarnesskólann. Já. Já. Hann er svolítið rölt. Nei, það var Jú, það var dálítið rölt sko, þannig fyrir svona smákrakka sko. En Og ferði í gegnum alla barnaskólan og gagnfræðaskólan þar þá? Ég fer í gegnum allan barnaskóla og flyt fyrir Kópó og fer þar í gagnfræðaskólan. Já. Ja. Hvernig unglingur varstu? Fyrst var ég allt og bara, ég var svo feiminn og ég var alltaf að biðja æðravaldið að breyta mér og laga mig og ég fór aldrei að sofa á kvöldin að biðja að breyta mér og ég ætti ekki að líta svona út og ég ætti ekki að vera svona og hinsegin og svo vaknaði morgnana og þá fór ég með og setti hendurna fyrir andlit og kíkti svo í spegilinn og sá ég var alveg eins og ég fór bara eiginlega grenjandi í skólann. Og svo seinna árið þegar ég er í öðrum bekk. Gaggó. Já, þá var það bara mín eigin ákvörðun og ég gerðist bara, þú veist, ég málaði mig bara alveg svakalega og bara pabbi þegar hann sá mig, hann tók þvottapoka og spurði hvað jöfnvel ég var búin að gera og þvoði mér framan, ég voða mér þetta. En ég gerði þetta nú samt og mætti, já, hann náttúrulega fór í vinnuna og bara gerði þetta og svo mætti ég bara í skólan og já, var bara hinn. Voru unglingar þá almennt að mála sig? Já, það voru unglingar, já, það voru málaðir og svona, það var sko, ég var náttúrulega bara strax lögð í eineltiðana. Og það? Já, ég sko reykti ekki og ég hafði aldrei drukkið og ég hafði aldrei farið að ballið og ég hafði aldrei kysst strák og ég hafði aldrei gert neitt af
af neinu, ég var svona meiri einfari. Og þannig að það var svona, já, þannig að ég var bara beinlínis kölluð englapíka. Englapíka. Já, ok. Hvað átti það þýða? Að ég væri heilug eða eitthvað, ég væri bara aldrei gert neitt af neinu. Já. Þannig að ég kom bara gjörbreytt í annan bekk. Já, þegar málingaferlið byrjaði. Já, og svo vinkona mín sem ég fór með í gær, hún kom og sótti mig, hún býr í Hveragerði og við fórum inn í Njarðvík að heimsækja aðra vinkonu sem við vorum svo alltaf saman, þessar 3 ár. En svo sem býr í Hveragerði, hún kom til mín einn daginn og sagði, hefðu Bíbí, þú verður að reykja. Já. Og ég segi, reykja, nei. Og hún sagði, veistu að, sko, þú verður að gera það vegna þess að ef þú gerir það ekki, þá verð ég að hætta að vera með þér. Já, ok. Og ég alveg, og hún sagði, já, það eru allir að kalla þig englapíku og hvort að ég sé vinkona þetta á. Og ef þú reykir þá, svo ég reykti fyrstu sígarettuna í einhverjum garði hérna í Kópavogi sem heita Listigarður, held ég. Og reykti þetta frekar erfitt fyrir mig, en það tókst. Svo hún gat tilkynnt öllum, hún átti nefnilega heim í Austurbæ en ég í Vesturbæ. Og hún gat tilkynnt öllum að ég var farin að byrja að reykja. Og minnkaði einelti eitthvað við þá? Ég kom heim og reykti í alvörunni, sko, vegna þess að mamma reykti Camel og ég spurði mamma, geturðu gefið mér eina sígarettu? Og mamma, já, hún bara gaf mér og var ekkert að skipta sér af þessu. Svo satt ég bara og reykti. Það er ekki alveg tíðarandin í dag. Nei, og ég satt bara og reykti þessa sígarettu. Og mér var svona miklu betri heldur en Væsir, þessi var allavega ekki með eitthvað filter. Og þannig að ég reykti þetta og svo kvöldið, þetta sama kvöld. Sem byrjaði að reykja? Kvöldið sem ég byrjaði að reykja. Að þá settust við inn, það var eitt sófi og sjónvarp og ég sitt á endanum og mamma var hliðina á mér og svo pabbi þarna. Út á endan og bróðir minn, hann var nú bara eitthvað að gera annað svo sem og svo þegar mamma var nær í sígarettupakka og býði mér, eða þú veist, hún bauð mig ekki ef hún var upptekin að horfa á sjónvarpi, en ég tek við henni og hún aðri og svo kveikjum við bara í sígarettinu og erum þarna að fara að reykja. Og allt í hún tekur pabbi eftir og svo segir, þetta sjálfan djöfulinn eftir að gera. Og ég stað bara, ég er bara að reykja og hann segir, þú gjör fyrir að koma með þetta. Það er með það að vera að reykja eitthvað. Og ég sagði, ég byrjaði að reykja, pabbi. Það var ákvörðun. Það var bara þannig, sko. Þannig. Og við það stóð ég og reykti í 50 ár. Wow. Og svo mikið að, já. Dugleg? Já. En drykkjan, hún er ekkert komið þarna með þessu? Nei, hún kom seinna. Það er allt í lagi að segja frá því, það var þannig að þá vorum við að fara í æskulýðsráði, ég var svo sem kenndi mér að reykja. Og ég veit að henni er alveg saman þó ég segja þetta, hún er alltaf með svo mikið samviskupið sem hún þarf ekki að vera með. Hún heitir Svarna og býr í Hveragerði. Við vorum að fara í æskulýðsráði í Kópavogi. Já. Á sem sagt. Og þú reykjandi? Á ball, já, og við vorum bara á ball. Og það sem ég hafði náttúrulega aldrei gert. Þannig að fyrsta ballið þetta? Já, það má eiginlega segja það. Dugleg. Og við fyrir þarna og
þegar við erum að labba frá Vesturbæ Kópavogs, heima frá mér, að þá stoppar vörubíll. Og það var bróðir minn, Reynir Leósson. Hann segir, komið, ég skal keyra ykkur, hvert er að fara? Og ég segi nei, bara nei. Og hann segi, jú, láttu ekki svona, ég skull ykkur. Og svona, mamma var eiginlega búin að vara okkur við að við ættum bara ekkert með að vera neitt að blanda okkur í hann, sko. Já. En, jæja, ég svík þarna mömmu náttúrulega og fer upp í bíl og sest þar og... Var mamma einn búin að vara þig við bróðið þinn? Já. Ok, það er hljómar svolítið sérstæð. Já. Og án þess ég vissi akkur. Já, og... Já. En það er bara það, en hann tegið sér svo aftur fyrir sætið hérna sem við sátum í vörubílnum og tekur þar fram pela af einhverju víni. Ekki veit ég ennþá hvaða víni þetta var. Og hann segi hérna, hafið þetta með stelpur og þá verður það ekkert feimnar. Það verður miklu betra fyrir ykkur, þá þurfum við ekki að vera feimnara. Og hann segi, heyrðu Bíba mín og þú bara, ég veitir nú ekki það til að aðeins að gå. Og ég náttúrulega þóttist vera eitthvað á bílafinn og sagði, hvað er þetta? Og hann sagði, þetta er bara svona söngvatn. Og við drekki þetta bara að, bara fara bara með þetta. Og láta enga sjá og við bara, og svo sagði hann okkur hvar við ættum að felda. Hann sagði, ég lyfti bara kassanum og klóstinu og seti þetta þar onni og svo farið bara á klósettið og drekki þetta þar. Hvar var ballið aftur? Það var inn í Austurbæ Kópavoginum. Þetta var æskulýðsráð Kópavogs. Þetta var samkomuhús. Já, það var svona fyrir aukstað við Álfhólsveginn. Aukstað nálægt Álfhólsveginum. Og ég held að Krón hafi verið þarna líka, verslunin. Já, svo drukkum við sem sagt, við fórum á klósett og byrjuði að lykta hún ógeðslega, þannig að ég tók fyrir nefið og svo drakk ég og svo annars sagði ég að drakka helminginn og ég gerði það og drakk helminginn bara svona með haldandi fyrir nefið og hún gerði sama þannig að henni gekk ekki betur og svo stóðu hann og horfðum hvora aðra og ég sagði, finnir þú einhverja breytingu? Hún sagði, nei, en þú? Ég sagði, nei, ekki neitt. Svo fyrir við bara inn í sal og setjumst og fundum ekki neinn breytingu. Og þar sem við sitjum að þá kemur, eða balli byrjar að kemur einhver strákar alveg þráðbeint og svo hefur mig, viltu dansa? Og mér verður alveg svakalega mynd að balli var ekki eins og byrjað og það er ekki... Þannig að hún að reykja og drekka og komin á ball. Hvað varstu gömul? Ég var 16. Já. Það var sjálfræðisaldurinn 16 ára, væntanlega. Já. Hvernig gekk dansinn? Já, hann bauð mér upp og ég fékk náttúrulega algjörðu sjokk, sko, þannig að ég var ekkert hægt að vera feiminn þó ég væri búin að drekka þetta söngvatn og ég ætlaði þá að fara á sína hinu stelpunum sem hún er alltaf aðtast í mér. Að ég væri á balli, sko. Og ég stóð upp, en ég stóð nú ekki lengi og svo náttúrulega að bjarga mér, hún stóð ekki heldur. Þannig að það var stutt fyllir í. Okkur báðum varpa út. Já, okkur var hent út, sko.
Að reykja, drekka, fara á fyrsta ballið og eitthvað að henda út. Já. Stemming. Þetta var mikil stemming. Og varstu svo í þessum ballbrá? Þetta var fyrsta ballið? Þetta var fyrsta ballið, sko. En ballin eftir það? Svo var nú ekki mikið böll, sko. Nei. Þetta var kannski ekki alveg mín deild við... Þú varst allan ekki orðin góð í þessu? Nei, ég var ekkert mjög góð í þessu. Þannig að ég gerði nú ekki fleiri tilraunir ekki að þessu. Og hann spurði mig nú bróðir mig hvernig þetta hefði farið í okkur og ég sagði bara við hann, þetta var ekki gott. Fleira var ekkert það að segja. Nei, þetta var fyrsta djamferðin. Þetta var fyrsta djamferðin og ykkur hent út. Fyrsta og síðan skipti sem ég fór í æskulýðsráð í Kópavogi. Fórstu í framhaldsnám eitthvað? Nei, ég hætti í skólanum. Ég hætti í skólanum fyrir próf. Ég hætti eftir miðsvetrarprófin. Og ég var í einhverjum bekk einhverstaðar, ég held að það hafi verið 8 bekkirnir, sko. Og ég var sett í einhverjum bekk samkvæmt einkunnunum mínum, einhverstaðar sem var hátt uppi eða efst uppi, og vinkona mín, hún var niðri alveg neðst. Svoleiðis að hún ætlaði að reyna að hækka sig og ég ætlaði að reyna að lækka mig. Já, til að ná saman í bekk. Já, hún næði saman. Skólastjórinn, hann Oddur, kallaði mig á sinn fund og sagði mér það að ég kemist ekkert upp með þetta. Þeir vissu það vel að ég væri vön að fá 10 í starffræði og ég ætti ekkert með það að gera þetta svona. Þetta þýddi ekkert fyrir mig. Það var ekki marktækt. Og ég bara kjur þarna. Og hættir þá eða? Ég hætti mjög fljótlega eftir það. Hún komst ekkert upp og ég komst ekki niður. Og ég man ekki hvort að hún hætti líka í skólanum. En það voru leiðindakennarar þegar ég hætti eiginlega út af því. Það var einn annar sem að kallaði Siggi Blikk. Hann margréðist á mig, sko. Já, með ofbeldi. Já. Svo var einn sem hét Frans Gíslason, hann var óþolandi. Ekki ofbeldi líka það? Nei, ekki beint. Nei. En sko, þetta Laugarnesskóli. Já, Laugarnesskóli, já. Á gamli. Nei, þetta var skólinn í Kópavogi sem var þessi leið. Já, þá varstu komin niður í Kópavog. Já, það var í unglingur, sko. Ég var alltaf ánægð í Laugarnesskóla. Þar var kennari með mig, sko, sem hét Clemens og hann talaði við mig bara þegar ég var krakki, sko, og sagði mér, þú skalt ekkert hafa áhyggjur af þessu, sko. Þetta allt í lagi, það allt í lagi að sjá eitthvað annað, af því að þar var svona, það var bara þannig að þegar fólk kom inn, sem kom á seint eða eitthvað, að þá átti maður að standa upp. Það var bara svona regla, standa upp fyrir þeir sem kom inn og setjast svo. Nemendum líka þá? Já. Já. Allavega í stofunni hjá honum. Og ég stóð of oft upp og Akkur? Það kom einhver einn sem voru víst ekki. Sem aðri sá ekki? Já.
En ég ætla að spyrja því, hérna, nú ertu hvað þekktust einmitt fyrir þessa hefni, að vera miðill. Hefur þetta alltaf fylgt þér eða? Já. Þannig að þú bara fæðist með þessa? Já, það lítur að vera, sko, að þetta hefur alltaf fylgt þér? Verið. Og ég reyndi í bara mjög lengi, bara alltaf að vera ekki svona, og það sem ég var líka að biðja þá, þannig efri byggð að láta mig ekki vera svona, og ég er líka að skipta hérna búrið sem ég var í. Þess líkamann. En talaðu það? Voru foreldrarnir meðvitaðir þetta eða umhverfið þitt? Já, mamma vissi þetta og hún sagði, hún sagði alltaf við systur mínar þegar þær fóru undan og þau voru eldri. Þá sagði hún alltaf, bless allt mínar og passa ykkur á bílunum. Það var ein gata, það var Suðurlandsgötu. Svo þegar ég fór, þá sagði hann, bless baby, og reyndi nú að vera eins og manneski í dag. Okay. Svo labbaði ég og hugsaði, henni er alveg saman þó ég fari fyrir bíl, skilur. Henni er alveg saman það. Og svo var ég alltaf, hvernig eiga manneskur að vera? Nákvæmlega. Það er stóra spurningin. Það var svona eitthvað sem ég náði aldrei að skilja, ég náði ekki að tengja það. En nú upplifir þetta strax bara sem barn. Var þetta ekkert sem hræddi þig eða? Jú, sumt. Hvað þá? Það var svona með sumum. Og það kom kannski eitthvað fólk og þetta var náttúrulega margvíslegt fólk sem að fældist þarna hverfið. Og ég sá stundum einhverja sem voru ekki, eða sem ég var hrædd við, sko, sem var ábyggilega allt í lagi, þú veist, þannig að það voru bara reyndar dautt fólk, skilur. Sérðu það alveg bara eins og ég sitt hérna? Já, oft. Greinir þetta á milli? Oft greini ég ekkert á milli. Og ég man eftir einu skipti, þá var ég náttúrulega þessi unglingur, 15-16 ára, og pabbi byggði húsi í Kópavogi. Og ég er að fara á klósettið, en þá kemur maður labbandi niður stigann. Ég vissi náttúrulega ekki nema að væri einhver að vinna fyrir pappa uppi á lofti, þetta var ekki tilbúið. Ég er að fara á klósettið, en maður kemur labbandi niður stigann og hann var með hatt og ég bara horfði á hann og skýt feimin alltaf, bara veikundin og labbinn á klósettið og hann fer bara eiginlega með mér. Og mér var alltaf þetta, ég stökk inn í eldhús og settist og bara mamma sagði svona róa niður og hérna og hún sagði þetta er allt í lagi. Og í því kemur pabbi heim og hann segir hvað er eitthvað að, þá sem mamma hún sá einhvern þannig og pabbi sem að tók fyrir allt svona. Þetta er allt í lagi, þetta er bara Jón. Hann er bara að hjálpa til, hann er að smíða. Já, hann fór að laga það til svona. Nei, þessi Jón var, sá sem var alltaf með pappa. Já, sem var farinn. Og hann var farinn, og pappi var að koma heim. Og ég átti að þvo mig framan. Já, þessi var. En þannig að mamma þín vissi alltaf af þessu að þú værir svona, hvað kallar maður, þessa hæfileika eða þessa gáfu eða hvernig myndir kalla þetta? Ég veit það ekki. Ég held að allir séu svona, en ég held bara að svo margir loka, þú veist, það eru svona ekki opnir. Ég held að fólk almennt
séð, sko, það finnur ýmislegt á sér. Þú veist, þetta misjafnt, sko, hvernig þetta kemur. Fólk finnur eitthvað á sér eða hugsa kannski, já, til Gunnu frænku eða eitthvað og rétt eftir kemur Gunna frænka í heimsókn sem var óviðbúið. En fólk lokar á þessar hliðið sér. Já, ég segi þetta svolítið eins og rafmagn. Þú veist, slökkvari, þú slekkur, en rafmagn ekkert farið, það ennþá þarna. Þú kveikir og kemur ljós. Þannig að... Varstu eina svona í fjölskyldinu? Nei, var þetta var allt stórskrýtinni. Móðin líka og allir stórskrýtnir. Já, mamma var náttúrulega, já, hún var svona... Þannig hún vissi alveg hvað var að gera. Já, hún hafði náttúrulega lent illa í því, hún var fædd 1914 og hún hafði lent illa í því, sko, að vera svona, vera skikk. Já, og hún hafði verið, sko, alveg barinn með svipu til að berja úr henni þetta, já, og hún sagði við mig, þú skal passa á því að reyna að vera svo manneskja, þess að sko í gamla daga þá var fólk brennt fyrir þetta og þetta er svona skrítið fólk. Já, og hún sagði þú passa á því að reyna að láta ekkert á þessu bera, það vill enginn sko hafa þetta, það var fólk verið bara hrætt. Þannig að svo kom hjá henni, sko, ofta tíðin, hvað finnst þér það, Bíbí, hvað segir þú það? Það var svona einkamál okkar á milli. En það er svolítið sérstakt því að í þjóðarsálinn okkar svo mikið þetta álfar og huldufólk og draugar og draugagangur, þetta svona fyllt sögun okkar, svolítið sterk. Já. Þannig að maður haldi kannski að væri meiri svona skilningur fyrir því að fólk öðruvísi. Það er kannski orðið svolítið meiri skilningur núna heldur en það var. Og ég held að sko núna eins og með það sem þeir að gera með gervigreind, þar þeir svolítið að nálgast eitthvað, þú veist. Því að ég held að gervigreindin, hún náttúrulega byggir upp á rafmagni, þetta byggir allt upp á rafmagni, við líka, þú veist, eða við verðum rafmagnslaust, það er að segja ljósið sloknar utan á okkur, þá, já, það er ekki gott, þú veist, maður sér þegar fólk að deyja og rís ljósið upp, þannig líkaminn eftir, en gervigreindin, hún getur átt eftir að taka yfir sko okkur, mannfólki, við erum alltaf að nota einhverja stærðfræði heila svona, já, þetta er stærðfræði eining í hausnum á okkur og við notum einmitt þá greind til þess að búa til gervigreind núna. En kannski verður gervigreindin gáfari heldur en mannskepnan. En ég verður örugglega tjargar og fiðraður fyrir að segja þetta, en sko meðalgreind ekkert rosalega hágreind. Nei. En það meðalgreind. Já, það er eins og Kári segir að fólk alltaf að verða heimskar og heimskar, og ég alveg sammálunum, þú veist. Ég svo sammála þess að maður bara sér þetta svo bara víða. Það má ekki segja. Nei, það má ekki segja. En svo förum við aftur tilbaka. Ég meina að þú ferð inn í fullorðinsár eftir ballið, 16 ára, og hendar út af balli, drukkin með sígardu, stemming. Það er mjög mikið fjör. Fyrst í dansin, hann var á gólfinu.
og ég veit nú ekki hver drengurinn er, ég vona. Hann gefur sig kannski fram eftir þetta. Já. Hvað tók svo við? Hvað gerði svo? Fórstu bara að vinna eða? Ég fór, já það var þess vegna sem ég hætti skólanum og ég fór að vinna, ég var að vinna með skólanum og var að vinna í Óra. Já. Og það var bara mjög skemmtilegt, ég vann alltaf þegar ég var ekki í skólanum og Kristján svo sem var með Óra, hann var afskaplega mikið ljúfur og góður kall og já, hann var ánægður með vinnubröðinu, bara hraðvirk og bara... Það er ekki dósamatur mest? Jú, og ég var að pakka í hérna og líma kassan saman og svona eitthvað. Þetta er ennþá til? Já, þetta var bara því besta mál. En svo kom hann til mín blessaður og sagði mér það að hann yrði að segja mér upp. Nú? Og ég, af hverju, hver á þá að, ég veit að ég væri eitthvað mikilvæg, hver á þá að gera þetta. Og hann sagði að hann kom til mín, hann Oddur skólastjóri og sagði mér að hérna, þetta bitna á skólanum. Já, átti að fá þig í skólan aftur. Nei, ég átti að mæta betur í tíma hjá Sigga Blikk. Já. Þessum sem að réðst alltaf á mig. Sem var ofbeldismaður. Já, það var ofbeldismaður. Var það bara þú eða voru það bara allir í bekknum eða? Ég man ekki, ég var allavega, nei það var ein önnur stelpa. Hún var árinu eldri en ég, hafði verið aftur í, það voru við, ég og hún. Þið lentuð í hún? Já, hann bara hljópa eftir okkur með priki, sko. Okay. Og hann tók mig og stakk mér á haus, ég var frekar svona létt. Og hann í ruslavettinu, það var með að vera þar. Nei, í alvöru? Já, í alvörunni, sko. Þetta er ljótt. Hann gerði þetta og þannig að ég mætti ekkert í tíma hjá honum, ég var bara að vinna í Óra. Það var nær, heldur en að mæti í tíma hjá honum. Þessu ofbeldi. Talaður þetta ofbeldi á sinni tíma? Já, ég held að, já, ég talaði með þetta á skólastjóra og ég kærði, nei, þú veist, kærði það, svo var ég að reykja baka skóla og þá var þessi Frans þarna sem var líka svo leiðilegur. Hann hafði eitthvað að tala um reykingar á baku skóla og þá var okkur gerð grein fyrir því og farið í allar stofur. Okkur gert grein fyrir því að ef við værum að reykja þarna, þetta væri algjörlega bannað að reykja á skólalóðinni. Og ef við værum að reykja þarna þá var það ekki gott, þá yrði skráð niður. Og svo var þetta þannig að við erum samt að reykja þarna og allir stunga alltaf sígarettunum og hanni, en Frans kom hana og ég var bara með sígarettunum og hann snerist á punktinum og hljóp inn, hann var svo klöfuskjóða og hljóp inn, sko. Og þá kom Oddur út og hann hringdi hann sagði mér, já þessi hérna var með stóra vindil og kæfamann og hann hringdi í mömmu. Mamma svarar og hann segir, já hérna, hún er hérna hjá mér, hún dóttir þín. Nú, sagði mamma, hvað kom eitthvað fyrir? Já, hún var að reykja. Og svo mamma, já, ég læt hann alltaf hafa 3 með sér þannig að hún hafi í frímínútunum. Vantaði eitthvað upp á það?
Já, sagði hann. Ég er ekki hissa á að hún sé eins og hún er. Fyrst að þú ert svona, þá segir mamma, nú já, þá hefur við ekkert meira um það að segja. Það mamma var bandamaður í þessu. Já, hún var bandamaður í þessu. Alveg. Já, þetta mútti nú ekki fá prik í kladdan í dag í uppeldisfræðum. Nei, sennilega ekki. Mjög sennilega ekki. Já. En hvað tekur svo við? Bara orra og fullorðast og svo bara, já, svo náttúrulega bara fermdist ég þarna við illan leik og já. Ok. Illan leik. Já, já. Það var bara maður Jesú að segja bara við þessar upplýsingar. Já, já, ég finna allavega. En það var nú ekki tekið til allt aðeins í sama tíma, þannig að ég fullfermdist ekki. Hálfferm? Já. Ég var hálffermd, þannig að. En yfir í það, ertu trú? Ég trúi á orku alheims. Ég get ekki sett það í einhverja mannsmynd. Ekki inn í einhver ákveðin trúarbrögð, skipulögð trúarbrögð? Nei. Ég er sjálf búin að skoða alls konar, kynna mér hitt og þetta svona á bókum og hitta fólk og fara eitthvað, en ég hef hvergi fundið eitthvað sem að, en það er bara ekkert hægt að, það er ekkert sem hönd á festir, eins og maður segir, en ég vil geta tekið það eins og Jesú lagði. Þetta Þannig að þú tengir þessa miðilshæfileika við það en ekki einhver trúarbrögð. Já, svona sko, ef að líf, eins og jörðin er, hnöttur sem að snýst og það er eitthvað sem heldur honum uppi, annars myndi hann detta eitthvert, ég veit ekki hvert. Og það er fullt á öðrum hnöttum hérna allt í kringum okkur og þeir eru allir að snúast og hreyfa sig og það er einhver orka sem heldur þessu lofti og svo sama orka, sko, það er nú sagt að það hafi verið búið til á einhverjum dögum, en það hefur þá haft meira að gera. Með þess að hann hefði þurft að búa til alla hina nettina líka, hlýtur að vera. Þannig að ég trúi bara á orku, þú veist. Og þegar ég er að biðja fyrir fólki eða veikindum með öðru, þá nota ég orkuna mína. Eins og ég segi stundu, ég er ekki til rafmagnslaus, ég er alveg með ljós, skilurðu. Og svo reynir maður að tengja og það skiptir einhver máli vegalengdin hvort það er í Bandaríkjunum eða einhverstaðar annar staðar. Ertu beðin með það svona? Ég er dálítið mikið, sko. Það var aðalega það sem ég hleypti af stað á sínum tíma, sko, vegna þess að kannski bara mamma mig um það þegar ég var bara krakki. Hún sagði, getur þú eitthvað gert í sambandi við þarna? Og ég vissi ekkert hvernig ég átti að fara því. Svo ég gerði bara eitthvað, þú veist, eitthvað sem að stjórnaði mér. Og þá einhvern veginn fer ég út, sko. Sjálf, þú veist, ég er ekkert með minni á þetta, en ég oft svo seinna meir farið inn á sjúkrahús og sem sagt þá er ég bara að tengja inn á ljósið hjá viðkomandi. Og ég veit að ég má segja frá því að með
Vigdísi Grímsdóttir. Hún var í rauninni bara dáin upp á Borgarspítala þegar að ég kom þangað. Þá var sko ljósið hennar, það var komið svona upp fyrir sko, þannig var skrokkurinn og ljósið var að fara svona upp frá. Sérðu það? Já, ég sé alveg ljósið og það aðalega sko, ég mjög ómannglögg á andlit, þannig ég þekki frekar ljósið í kringu við heldur en, þú veist, eins og það er meira rafmagn sem ég þekki, þessi litur með þetta og þessi litur segir mér að viðkomandi er svona eða hinsegin og þetta nú ekki alveg kannski besti persónuleikinn með eitthvað allt í gráu við fæturnar. Nei, ég er ekki bara með þig. Ég vil tjekka. En þú veist maður sé, eins og oft hefur verið sagt, já, nú man ég ekki hvað ég ætla að segja það er með þegar er svona, að þegar fólk er dálítið ótengt við jörðina, sérstaklega við sjálfan sig, skilur. Þá sér maður ofta að þeim standa ekki föstum fótum, eins og sagt var í gamla. En aftur að Vigdísi Gríms, þú hittar hana þarna á spítalunum? Já, ég hitti hana á spítalunum og þá tengdi ég yfir sko mitt ljós í hennar ljós og sem sagt og bað orkuna, gef mér afl, gef mér kraft og til að koma hlutunum hérna í lag og hérna mann þegar ég kom tilbaka, veist það þegar maður fer svona sjálfur og þegar ég kom tilbaka þá heyrðist sko í henni eitthvað hvísl, bara pípi og svo hvar það, veist, og það var önnur manneskjarni inni, María. Og hérna og Vigdís segir sjálf, eina sem ég man, það var hún man eftir að hafa fundið mig við hliðina á sér. Og ég kom svo auðvitað fleiri ferðir, hún lifði og hún er snarlefandi. Ég held að hún komi heim í dag frá Afríku eða morgun líka. Þekktur einstaklingur Vigdís. En hefur þetta verið, hefur þú starfað við þetta bara sem aðalstarf? Eitthvað hluta æfinni? Já. Ekki rétt hjá mér? Jú. Ég ég fór í það sko fyrir mörgum ára síðan, 1981. Vegna sem mér hefur alltaf verið mjög annt það að kærleikurinn væri eitthvað sem ætti að vera, þú veist, kærleikurinn væri og sannleikurinn væri eitthvað, þetta var eitthvað mitt motto. Og mamma mín sagði nú við mig, hún gat átt að einu být mín að heimurinn myndi farast ef allir segði sannleikann. Ég sagði, mamma, þetta er ekki rétt, og hún sagði, jú, það er eitthvað til sem heitir hvítlýgi. Ég sagði, mamma, það er helvitis lygi. Það er bara afsökun hjá þér að því að þú ert aftur að ljúga einhverju, sagði ég. En líka þetta ekki, hún sagði, myndir þú segja mér það, til dæmis, ef þú vissir að ég væri að fara, myndir þú segja mér það ef ég myndi spyrja þig? Og ég horfði á hann og sagði, já, auðvitað myndi ég gera það ef ég vissi að þú vildir vita það, þá myndi ég auðvitað bara gera það. Já, sagði mamma, við skulum muna þetta. Og svo, já, þetta var, svo þegar ég var 30, þá kallaði pabbi mig inn í Kópavog, hvort ég vildi
koma, það var eitthvað að einu mömmu, hún hefði ekki farið á fætur. Og ég fór inn og ég sé það að það var bara ekkert ljós við fæturnir á henni. Það var bara ljós hérna, það var eins og hefði verið klippt á. Og ég helsi henni og segi henni að mammi, hvað, liggur þú bara með þú skata? Það var svona, já, ég bara nenni ekkert, hann getur bara séð þessi sjálfur, þú veist. Og ég sagði, já, einmitt. Og ég sagði, las að fá að koma við fæturnir á þér. Og hún sagði, já, það er allt í lagi með þær, ég finn ekkert fyrir því en það er ég ekkert að nota það núna. Og svo kemur mér að finna þær eru ískaldar. Og ég fer fram og segi, pappa, viltu hringja í læknir? Strax. Og hann segi, hvað er hún ekki bara með einhverja flensu? Ég segi, nei pappi, hún er ekki með neina flensu, hringdu í læknir. Þá kom Kjartan Ólafsson í Kópavogi og ég fór fram og hann gerði eitthvað hann inni og svo fer hann fram og ég fer aftur inn til mömmu og segi, ekkert að hafa neina á ekki mammi. Og hún segi, nei, ég hef það ekki. En hann ruglar bara þessi maður, segir mamma. Og ég fyrir fram og þá er pappi akkurat hún á borganum og hann er að labba upp tröppurna fyrir utan. Og pappi sagði, já, ég sagði þér, hann var bara með flensu. Ég er bara út og reif í Kjartan og segi, láta þetta það, hún er ekki með neina flensu. Þú gjör svo að fara inn aftur og kíktu bara á fæturnar á henni. Hún er ekki með neina flensu. Og hann fer inn og hringir í sjúkrabíl og ég fer svo með mömmu, sit hann í sjúkrabílnum og hún horfir á mig og segir, jæja, ég vissi hvað hún ætlaði að gera og ég bara... Hún ætlaði að spyrja þig. Já, ég bara, hún segir, jæja, þegar hún aftur og ég segi, jæja, hvað? Það er mamma. Hvað segirðu mér núna? Heldur ég komi heim aftur? Eða heldur kannski bara að það verði ekki? Og ég sá að hún vildi vita hlutina. En svona til að ítreka það, þá þegar hún vil að láta að vita það, að ég þvertek fyrir það að þeir taka mig fæturnar. Ég þvertek fyrir það. Og heldur að ég komi heim aftur, þá segi nei mamma. Þetta er búið. Þá sem mamma, takk fyrir. Ég vissi á myndi þegar mér sagt, þú varst líka sjálf búin að tala að það væri bannað að ljúga. Og var það rétt? Já. Hún kvart á spítalanum? Hún dó og þeir ætlaði að taka henni fæturnar, en ég gáði ekki nema að fá leyfi frá og systkini mín bjuggu út allt land, ég sagði að það tæki nú tíma á það og þau voru ekkert komið þannig að það var ekkert flug þarna og ekkert þetta og þannig að hún... Gekk þetta hratt yfir? Já, hún dó á nokkrum klukkutímum. Wow. En það var bara... En þú sagðir henni það? Já. Og það var bara yndislegt, þú veist, maður sá hjartað og þá bara kom lína. Og þá sá ég henni sko, þú veist, ljósið kom út á gólf og, þú veist, eitthvað og ég sagði bara við, þau vilja hætta að grenja, við vel að mamma þolir ekki eitthvað svona grenjur, þetta er þessu bara. Og svo löpuðu við. Já, bróðir minn, ég tók náttúrulega utan hann, yngsta bróðir minn, það skildi þetta alveg hann, en hitt var allt fullorðið fólk. En ef að fólk spyrir þig beint út, segjum svo að þú er ekki að spyrja þessu, ef einhver annar sæti
og væri að koma til þín, myndirðu segja viðkomandi það? Ég væri að koma í... Forvitin. Ég hef gert það. Af því það var beðið Já, af því að ég sá að viðkomandi vildi vita það, sko. Annars segir það ekki. Nei, ég segi ekki þó, ég skynji eitthvað, þú veist, ég hef sagt kannski við og fólk sem hefur komið, láttu ráðlega manni þínum og láta skoða þetta eða hitt eða eitthvað. Eða mér sagt að ég hef gert þetta, en það eru nokkra manneskur sem eru alltaf í sambandi við mig og hafa mist maka sinn og hafa áður, þú veist, fengið þessar upplýsingar hjá mér að við komum þetta að það er bara alveg sem er minn mann, sko. Það tók mig langan tíma að ég sagði, en þú þarft að verður að koma og fara í ristilspeglu og hann sagði, Bíbí, viltu hætta þessu? Bara, hættu. Og ég hefði, já, en þú þarft samt að gera. Fólk á að gera það. Allavega sumir. Hann hafði, nei, ég er ekkert að fara að gera þetta. Ég þarf ekkert að þið halda, það er ekkert að mér. En svo fékk ég nú svona með góðu, af því að ég sjálf átti að vera undir eftirliti með þetta. Og ég sagði, veistu, ég nenni ekki að fara einn, þú hlýtur ekki að koma bara með mér. Og ég hef búin að hafa einhver á til að rafla honum, sko. Og læknirinn skoðaði hann og mig. Og kom hann fram, sagði við okkur. Það sagði, það er allt í lagi með þig og bent á mig. En bent svo hann og sagði, þú ert með krabbamein. Þú verður að fara í aðgerð, það var strax. Og hann og, já, það er bara þannig. Ég er betur hlusta á þau. Fyrr. En það var lagað. Já, hann síðast, ég held að negi eftir bara eina rannsókn viðbót, en hann er laus við þetta. Það var bara vinslegt. En þetta var bara þannig að það sér maður sko skaða inn á ljósinu. Maður sér gráa skugga koma hér eða eitthvað, kemur ykkur svona línur, þú veist. Því að þær eiga ekkert að vera á þarna og ég kann ekkert í lögfræði, ekkert. Það er bara einhver annar sem gerir eitthvað. Bara þú ert að labba niður götu og mætir fólki, skynjar þetta þá bara hjá öllum sem labba framhjá eða? Nei, ekki endilega. Þarf það að setja einhvern sérstaklega fókus á fólk til að skynja það eða? Já, eiginlega. Já. En nú að því tíminn er aðeins farin að minnka hjá okkur. Já. Í dag ertu móðir, amma og langamma og þú átti hvað marga afkomendur? Það var alveg heill barnaskóli hérna. Já, ég var heilan hópa af, og ég var náttúrulega 6 börn og hérna, og ég sé út á handaði. Já, ég er að reyna. Ég fór að flokka, sko, því að sko, ég á fyrst tvíbura og hvor sig, þær tvær, sko. Nei, tvíbura. Tvíbura, já. Þær voru fyrstar, sko. Og hérna, og ég fór að hugsa að flokka þetta eitthvað niður, að þær, sko, báðar væri með 4 börn, sko. Já. Og hvorum sig, sko. Þannig að ég fór að hugsa, já, hérna, þannig var þetta og þá fór ég að hugsa næstu tvennu sem var dóttir mín og sonur, að hún á 2 börn og hann á 3 börn, sko. Þannig að hún svindlaði, hún hefði átt að vera með 3. En svo eru, sko, 2 yngstu börnum mín, að þau eru svona rétt átt, þau eru bæði með 2 börn. Þarftu að sjá þetta allt fyrir þér?
Ég er nefnilega nákvæmlega eins, ég er svona lesblindi og skrifblindi gæinn, þannig Já. ég man aldrei hvað ég á marga afkomendur, sko tölustafinn, Nei, einmitt, en ég held að þessi 22, ok. já, skilju, ég held það, og Já. með fullri vinningu fyrir öllum mínum börnum og barnamönnum, en ég er aldrei með þetta alveg á hreinu, Já, ég held en ég skiljið vel. Ég held að við séum bara með sömu tölu ef að ég drífi að leggja þetta saman. Og þú byrjaði Stokkseyri? Já, ég býð Stokkseyri. Hvernig er stemmingin á Stokkseyri? Gott að vera þar? Og ég, náttúrulega, eins og ég kannski sagði í byrjun, ég hef alltaf verið dálítið mikil einfari og hef alltaf viljað tengjast við náttúruna og fuglana og eitthvað. Þannig að nú er það þannig að í kringum mig eru 15 hrafnar Já, ok. sem að ég gef og þeir sko láta mig alveg vita einn geltir og ég sem sagt gef fuglunum og nýt þess. Nú, minn maður er náttúrulega blindur, eiginlega alveg. Þannig að við höfum ekkert að gera í Reykjavík, hann lappar á allt fólk og svo segir hann alltaf að þau lappa á hann. Og hann er blindur. Já, en já, ég Ykkur liður vel þarna. lífið gott á Stokkseyri, ég myndi ekki vilja aftur eiga heima í Reykjavík. Nei. Bara vegna þess að það er ekkert eiginlega svona alvöru líf. Þú veist, miðbær Reykjavíkur er bara ljótur. Ég fór til Tyrklands þarna rétt fyrir jól og þar horfði ég á sko byggingar og þar var svo sem kannski búið að þétta byggð og allt þetta. En þvílíkur munur að sjá byggingarna þar og þar voru allavega í laginu. Þeir voru ekki svona svartir og ljótir kassar eins og búið að eyðileggja miðborgina með. Saman því. Það er hryllilegt að sjá þetta og maður bara, ég var það var gaur sem var að keyra okkur, hann keyrði nú bara á milli og það var mjög skemmtilegt. Og þá sá maður miklu meira og ég bara fann svona fyrir hvað ég saknaði þess að Reykjavík sé eyðilögð með þessum hætti. Gömlu húsin sem voru er allt rifið. Raunverulega það er bara eins og hefur verið hent sprengju og setti bara upp einhverju svartir kassar í staðinn. Og ég skammast nú bara fyrir að sjá hvernig þeir fara með Landsbankanum. Ég verð nú eiginlega að deila þið með því með þess að þetta er einn ljótasta byggingin í borginni, en Já. Fylgir húsum mættir? Geta hlutir gerst í húsum sem verða þar eftir? Ef við tökum bara hérna gömlu borg, þetta gamla fallega þinghús. Já, hérna geta verið ýmislegt sko, það eru líka hugsanir og orð, þau geta verið eftir, sko, þú veist. Því að leið þú setur eitthvað orð frá þér eða hugsun, þá er eins og maður opni dyr, þú veist, og flæðir allt inn aftur. Þannig að hér í Gömluborg, þetta er mjög lifandi hús. Hér er margt búið að vera bara gríðarlega skemmtilegt og jákvætt og lifandi. En það hefur alltaf fylgt öllum samkomuhúsum. Maður svona skynjar ýmislega það því að það eru margir náttúrulega sem eru farnir sem að hafa verið hér. Ég hef einu sinni komið hérna á ball, ég man reyndir ekkert eftir því. Var þeir hent út? Nei, ég held ekki. Nei, en ég man ekkert eftir því að hérna, já, það er svo langt síðan. Já. og ég man ekki hvað hljómsveit var.
Nei. Ég hef einu sinni farið í Stapann á ball og það voru þessar vinkonur mínar sem að ég hafði áður nefnt þarna. Drykkjuferil með þér. Já, einmitt. Að þær fengu mig til að koma með sér í Stapann og ég sagði, hvar er það? Og þær sögðu það væri inn í Keflavík. Ég sagði, þangað fer ég ekki. Og ég fer ekki þangað. Og þær plötuðu mig með sér og ég fór með þeim. Þar var fullt af könum sem voru að koma og ég fyrir bæinn og fyrir aldrei hérna aftur, aldrei. Og ég mun aldrei nokkuð tímann tengjast þau Keflavík. Ég þoldi ekki Keflavík, sko. Bara frá því ég var barn. Og hérna... Þannig að það getur verið sko heilt byggðarlag sem að ræða raunverulega. Já, það gjörsamlega Keflavík er bara alveg fyrir mér bara gjörsamlega. Jú, ég verð að fara þarna til að fara á flugvöllinn. En sko ég á börn sem búa hana og ömmustrákurinn minn hringdi í mig í gærkvöld og sagði, af hverju kemur þú ekki í heimsókn nú? Þannig að þú ferð bara ekki í Ég sagði, ég var þannig í gær og ég fer bara ekkert inn í Keflavík, sko. Já, ok. Má ég segja, en ég var þannig í gær bara til að heimsækja þessa vinkonu mína sem ég var að kíkja á. Stokkseyri. Hvernig er andinn yfir Stokkseyri? Þar er rosalega margt. Það lappa þarna, ef maður lappar þarna niður í fjöru og út allt, og ef ég væri sko fornleifafræðingur, ég myndi byrja að grafa þarna. Já, ok. Það er svo mikið fortíð. Já, þetta er rosalega mikil fortíð þarna. Mjög mikið. Já, og raunverulega mikið, sko, sumt ekki gott, bara alls ekki, en maður, ég skipti mig ekkert af þessu, ég bara verið þetta fyrir mig og horfa á hús, sko. Ég sagt samt einu sögu að kom hérna ein lítil ömmustelpa til mín. Ég ætla ekkert að nefna húsið sem slíkt, en við komum til, að því að vorum að labba þarna og sagði, amma, við skulum ekki koma nálægt þessu húsi, sérðu það er rosalega ljótt. Og ég sagði, já, þetta er allt í lagi. Það er engin annar sem gerir manni neitt núna. Þetta er allt í fínu. Þannig að barnið skynjar þetta. Ok. Já. Eru börnin þín með þetta líka? Sérðu það? Eða ræðið þið það svona á meðalikar? Sko þau hafa náttúrulega alltaf vitað með mig á þess að við séum að ræða neitt sérstaklega það. Og já, ég get sagt eina skemmtisögu, það þegar þú klippir þetta allt, er það ekki, til og frá. Eitthvað. Já, eitthvað. Einn sonur minn, hann er yngstur, og ég ákvaði það að við ætluðum ekki að mála neitt fyrir að krakkarnir væru sofnuð. Svo erum við að mála stofuna og þessi sonur minn, hann hefur verið 30 ára eða svo. Já, eitthvað cirka. Og ég opna stofugluggann og er svo þarna með málingaróluna og þú segir við Ómar, heyrðu þetta, þú veist þá, heyrðu þetta, og var rosalega fyllilega söngur. Og þá segir hann, já, það er bara ágætt að fólk sé lifandi. Það er bara ágætt. Og ég segi, já, þetta er þessi greinilega vel lifandi, segi ég, og svo held ég bara áfram að mála. Svo kemur hann eitthvað við mig svona og segir, Bíbi, komdu aðeins.
og ég bara sleppi rúllun hvað hann og fer með mig og þá það þessi pegi, hann situr í rúminu sinu steinsofandi og syngur troppið þér nú inn í tjaldið hjá mér. Hann kunni ekki neitt sko. Og ég bara horfði á Amas sem farinn. Og hann var með hann. Nú inn í tjaldið. Já, og strákurinn náttúrulega, mann ekkert eftir hann náttúrulega heldur vissi ekki, hann hafði engan orðaforða. Já, sem ungur. Já. Og þarna var það hann sem var með hennan fyllir í söngvarna en ekki í næsta húsi, heldur var það minn eigin sonur. Hann telur sér ekkert vera neitt næman en hann núna í fornleifafræði í Háskóla Íslands. Já, ok. Þá vitum við það. Meira næmur. En lykt. Já. Stundum virtist alls konar lykt hérna. Já. Og finnur vindlalykt og alveg ramma reykingalykt og sterk ylvarslykt. Þegar maður einn hérna kannski á nóttinu og einn með sjálfu sér, ekkert endilega á nóttinu frekar en daginn þegar maður einn með sjálfu sér og kemur oft upp mjög sterk lykt hérna. Nú er ég farin að tala svo miðill sko. En ég hef alltaf skynjað í þessu húsi væri fullt að gerast, mikil hreyfing. Já, mikil hreyfing, já. Finnur hreyfinguna inn? Já, ég fann hana sérstaklega þannig að þegar ég kom hérna síðast þá fann ég mjög mikið fyrir því og fín kona labbaði með mig hérna að sýna mér húsið og ég, þú veist, ég veik mér undan, þú veist, fyrir gjöðu, þú veist, en það var engin hana. Og já, en það var svona það var ekki óþægilegt? Nei, en ég fattaði það sko eftir á, þú veist, hún var að sýna mér sko hvar klóstið var og eitthvað og svona og þá mætti við einhver manna frammi og ég var ekki alveg með tenginguna þannig ég bara ekki og labbaði svo að skoða með henni og sem betur fyrir held ég hún hefði ekki tekið sérstaklega eftir þessu. Þannig að ég var mjög mikið vörfið og þá var náttúrulega líka það að við vorum hérna fleiri og það fylgir hverjum að einum alltaf einhver. Svo, það var náttúrulega þorrablót hérna heiðinu Sif í húsinu. Það að auki sko. Það að auki. Já. En það nú svona, eins og maður segir með trú og eitthvað. En já, það var líka með hverjum að einu sko, það var einhver sem kom síðastur inn svolítið seint og með honum komu 3 aðilar og ég nokkuð vissum að hann hefur ekki hugmynd það. Það þannig sem oft það að vera með svona fylgjur að hver einstaklingur með einhverja sem fylgja? Maður svo oft heyrt þetta? Já. Sér þú svoleiðis eða? Já, ég sé það mjög oft. Mjög oft. Og þú veist, fólk situr í bílu sínum að keyra, sko. Þú veist, svo bara allt í einu, þá finnum við kannski hvað, þú veist, eða þá hann hrekkur upp og hann var eiginlega dottinn út, sko, en það var ekki honum að þakka að hann keyrði ekki á eða lendi ekki út að það var einhverjum öðrum grípur inn í, sko. Það mjög algengt að fólk, sko, stundum bara sér fólk einhvern í bílum hjá sér. Það mjög mikið það að fólki sé fyllt í bílunum. Já, það? Já. Það mjög oft fylgst með. Í bílum? Já, bílum. Og það marg oft, þú veist, hérna skeiðum en að ég var að keyra og svona, þá var ég bara að keyra og svo bara, já, fyrirgefðu, þú veist, og hérna. Það var einhver meður í bílum? Nei, það var, hérna, var einhver sem var að setjast ofan á veskið mitt eða
Einhver sem bara satt. Eða ég kveikti mér í sígarettu og hérna og eitthvað svo, já, og svo var enginn og hvað er þetta? Þannig að það er mjög algengt. Finnst þér þetta óþægilegt? Vildirðu losna við þetta? Eða hefurðu lært að lifa með þessu? Mjög lengi vildi ég losna við þetta og vildi þá bara losna bara við mig sem slíka. Ég vildi bara yfirgefa jörðina. Það tildi hvort engin svona vitleysing. Þannig að þú vildir raunverulega stimpla þig bara út? Já, já. Það kom alveg, þetta hefur alveg valdið manni sko, þetta hefur alveg valdið manni sársauka og þú veist, ég kenndi mér mjög oft ef eitthvað skeiði, það var að því að ég var búin að hugsa, þú veist, ég var ekki búin að hugsa, heldur. Að skynja það? Ég var búin að skynja eitthvað og svo bara hreist í hausinn, nei, hvað, svo skeiði það og þá fannst mér alltaf að ég ætti sök á þessu. Og það var svona mér að kenna. Þannig að það var svo margt í heiminu sem var orðið mér að kenna að hálfa hann og nóg. Svo, já, þetta var með nóg af þessu. Já, þetta var bara komið gott. Þetta var orðið ansi mikið, sko. Betur fyrir sittur með okkur hérna á. Já, og er hægt að hugsa svona. Það er ekkert langt síðan hægt að hugsa svona. Þetta var svona, svo er ég núna búin að átta mig að því að hérna, þetta þýðir ekkert svona, maður er bara að hafa þetta í gegn, halda þessu áfram og klára það hlutverk sem að mér var fengið og þýðir ekkert að vera neitt að víkja sér undan og segja já, þetta er bara eitthvað annað sko. Heldur að við komum öll þetta með ákveðin hlut, með ákveðis hvað ég kalla karma eða eitthvað sem okkur er ætlast til af okkur eða við sjálf ætlast til af okkur í þessari jarðvist eða heldur að við höfum öll tilgang 8 milljarðar? Ég held að við höfum öll tilgang en mjög misjafnt hvernig hann er en þeir sem að fólk verður að lenda í alls konar áföllum og hinn og þessu. Sama fólki aftur og aftur. Já, mjög mikið þannig og þá einhvern veginn geta byggt á sínu eigin því að ef að þú lendir ekki í neinu þá skilur þú heldur ekki þér finnst hvað er að þér, þú veist. Þú gerir bara svona, þú skilur ekki að þér fannst þetta alveg hræðilega erfitt þegar þú varst krakki. Þannig að þú skilur að ef einhver annar segir eitthvað við þig sem þú ert búin að lenda í, þá veistu hvað þér þótti þetta vont þegar þú varst 10 ára, þá svo þú sért núna orðin 70 ára, skilur að þá veistu að þú getur sagt viðkomandi einhverja hluti. Þú byggir á eigin reynslu, eigin sársauka. Já, getur maður tekið með sér, ég trúi því að sé mörg líf, að maður taki með sér ullabjarki úr fyrra lífi og þurfi að vinna með það í núinu. Ég held að það komi alveg fyrir, sko. Og ég held að það komi og maður þurfa að vinna sér gegnum það og raunverulega kannski akkurat eitthvað sem að lendir í sem þú ert að leysa, þú hitta kannski sömu manneskjuna aftur. En svo ég ætla bara að leyfa mér að segja að þú og þín kona þið eru ekkert að hittast í fyrsta skipti. Það er alveg á hreinu. Það er bara nákvæmlega þannig að leið og þú hittir hana, þá varst þú komin heim. Það var ekkert þér að þakka eða neitt þannig. Það var bara þarna, þetta er eitthvað sem að þú, að því var svo erfitt með að treysta
raunverulega. Þú ert svo mikil tilfinning að vera sko, þú ert svona tilfinning að vera sem ferð að hugsa alltaf mikið þegar þú átt að fara að sofa, þá getur ekki fara að sofa og hugsa svo rosalega mikið, það alltaf skýja og þú ferður bara alveg og bara höfuðverk og magaverk og allt bara stressinu yfir þessu öllu saman. Og þannig að eiga svo að vakna morguninn og veitu, hvað var ég eiginlega að hugsa? Þannig ertu, sko. Ég vakna þunnur á hverjum morgni, þú veitir ekki. Já, nákvæmlega. Erfitt að vera ég stundum. Já, það er mörg ár sem ég var einmitt með rak heimili fyrir alls konar fólk bara. Og náttúrulega drakk ekki áfengi sjálf og ekkert svoleiðis. Og var algjört bann á því inn í húsi hjá mér. Svo vaknaði ég einmitt einhvern tímann alveg rosalega tembruð. Ég bara, guð minn góður, hvað var ég að drekka? Það er mikið að gerast. Já, þannig að ég þurfti að henda sjálfur mér út, sko. Hérna, Bíbí, við erum alveg sammála um þessi fræði. Það er eitt að lokum, ég veit að þetta er svolítið langt hjá okkur, en hefurðu sitið hjá sálfræðingi eða einhverjum álíka fagmennsku og rætt þetta við fagfólk? Ég er ekki að segja að ég er að gera það, að því mér finnst oft sko öll svona hjálp er byggð á svo mikið rökhugsun að útskýra þetta sem hún er búin að vera að útskýra fyrir okkur, að hitta kannski geðlækni eða sálfræðing sem er fastur í hausnum á sér, það hljómar svolítið. Ég veit að ég geri það, því ég hef nú sitið oft fyrir fram á svona fólk og talað um svona hluti inni. Já. Og þá var maður svolítið afgreiddur sem skrýtningurinn, sko. Þekkir það? Og sko, ég hef náttúrulega hitt sálfræðinga ekki rætt þetta við það. Ég held að ég hef nú reynsli hitt ykkur sálfræðingsins líka. En geðlæknir tvisvar hitt á geðlæknir. Fyrra skiptið það var 1973. Þá fannst mér, eða þú veist, já, það var þannig ég gekk allt í svefni og ég fór út og ég gerði bara allt. Sofandi. Og það var eitthvað, ég er búin að skrifa helling af því niður af því það er jafn lifandi í hausnum á mér eins og var þá, en þetta kvaldi mig svakalega, ég þorði ekki að fara að sofa vegna þess að þetta hélt alltaf áfram, þetta var framhald og framhald og framhald. Svo ég var nokkuð vissum að ég væri klikkuð og snarklikkuð. Og ég tók símaskrána sem þá var og svo voru gulu síðurnar og ég ákvaða að ég vissi ekki neitt og lokaði augunum og svona potaði og ég yrði að taka þann sem ég lenti á. Og mér brá alveg svakalega þegar ég sá nafnið. Ég bara guð minn góður og var að hugsa sko hvert ég get ekki gert einu sem fyrir ofan eða eitthvað. En nei, ég bara var með puttana á þessu. Og hann hét Úlfur. Þess vegna brá mér svona mikið. Nafnið. Já. Og ég fer og hann var í húsi mjög nálægt Landakotsspítala. Og ég fer hann inn og þá situr eitthvað fólk, þannig að þetta var dálítið dimmt hann inni, situr hann fólk og ég bara, þú veist, og bara hjálpi mér almatur og bara ætlaði að fara út og opnaðist hurðin og sagði, heyrðu þú þarna?
ég bara, einhver kallar hana og akkur þetta fólk á þarna, veit ég. Það var ekkert fólk. Jú, það var fólk, og veist, og ábygglega sumir dauðir eða eitthvað, ég veit ekki. Nema það að ég fer inn og hann segi, heyrðu, það er mikið á að kemur, ég er búin að bíða eftir þér. Ég var ekkert búin að bóka neitt eða neitt. Ég segi, hann segi, já, ég er búin að bíða heilengi eftir þér, ég vissi að hún myndi koma. En, já. Og ég, já, og svo hann, heyrðu, hérna er miði og blað. Skrifaðu nafnið, ég ætla að skrifa annað sjálfur, skrifaðu nafnið sem að er að tala við því stundum. Ég horfði á hann bara, hvað hann er geðveikur. Þetta var geðlæknir? Já, jú. Okay. Og ég starfa hann og hann er geðveikur, skilur. Geðveikur? Já, það var að þrífa mig bara út, sko. Og hann segi, já, ég gerði það. Og svo ger ég það, ég skrifa bara nafnið og hann segi, já, skiptum sem á miða. Vel. Og ég opna hans miða og þar stendur nafnið, ég bara horfa á hvernig veit hann veit hvað ég hugsa. Og hann svo næmur og þá segir hann, og hann sagði mér að þú myndi koma, við erum miklir og góðir vinir. Og hann sagði mér það að hann væri búinn að finna farveg til að vinna í gegnum. Hann er læknir og heldur áfram að vera læknir, hvernig svo lætur og verður ekki að reyna að víkja þér undan. Ég bara, hann er svo snargeðgur. Vá, og þetta var geðlæknir? Já, þetta var geðlæknir, hann hét Veitir, Úlfur. Og svo hitti ég aftur annan geðlækni, ég veit nú ekki hvað hann heitir. Hann hafði verið mjög mikið á móti öllu svona. En það var í ráðherrabústaðnum, þar var haldin veisla. Og ég settist á bekk, sko, eitthvað fór með pappa og einhverju fólki sem veislan var. Kona sem sá alltaf allar veitingar fyrir ráðherran og þetta. Ég held að hún hafi átt afmæli eða eitthvað, þetta var eitthvað svoleiðis. Og pabbi vildi endilega hafa mig með, ég veit nú ekki af hverju. Og svo sest ég bara á bekk og þá kom einhver kall og settist í hliðina á mér. Settist bara í hliðina á mér og sæl. Sæl. Ég man ekki hvað hann sagði heita og hann sagði eitthvað á. Og ég segi, já, Bíbí heiti ég, segi ég þá. Og hann segi, já, ég veit alltaf það. Það er nú ekki margir svona skrýtnir eins og þú, eina mín. Og ég hefði Og þetta var hinn geðlæknir? Já, þetta var hinn geðlæknir. Og ég hef bara þetta nú frekar dónalegt á honum. Já, fremur. Og ég svona það við hann. Já, nei, fólk er misskrítið. Þú ert nú ekkert skári, sagði ég svo. Það var sann, nei, ég hafði nú enga trú á að svona laga væri, en ég verð nú að fallast að það er nú svo margt sem að þú ert að gera og segja sem getur ekki staðist annað en þessa skoðun. Þannig að ég kom með aðra skoðun, það er nú stutt í það að ég fara, en nú orðin, ég sagði það er nú, þú ert nú ekkert á leiðinni. Það var sann, nei, hvað segir, ég á nú ekki langt eftir. Ég sagði, já, svona miða við, sko, þínar einu óskir, þá er það of langt. Það er ekki reklaman með það. Jó, svo vissi ég ekkert, sko, því að svo kemur pabbi þarna eitthvað og hann segir eitthvað, já, hún er skemmtilega hún dóttin, þá pabbi, já, hún er alltaf verið svona blessunin. Og svo það pabbi þegar við fórum. Þú vissir að hann er geðlæknir þessi. Já, það vissir, já. Nei, ég vissi ekkert þetta. En hann var greinilega með opinn huga.
Hann var opinn huga og hann var alls ekkert að fara að drepast. Ég held að hann sé lifandi. Bíbí, það búið að vera sérstaklega gaman að sitja hérna með þér að spjalla og ég held að við erum að skála í Jesúlaði. Mér finnst Jesúlaði Fyrir öllum sérlega gott. draugunum hérna Gönuborg og takk fyrir að koma. Kíkið á okkur í næstu viku, Kaldabotnin. Takk fyrir okkur. Takk.